smá seríu í gangi. Þið hefur kannski tekið eftir því. Við sem söfnur, við öll hér inni erum að lesa saman Biblíuna á einu ári. Og þetta magnað, krakkar. Og það algjörlega 100% rétt sem að Gunnar sagði. Það fyrir trú á einn mann, það fyrir trú á Jesús sem að við líf í dag. Það sem að margir ekki skilja að í Gamla testamentinu, þar kemur Jesú fyrir æði mikið. Og það sem að margir ekki átta sig á, að við getum lært ótrúlega margt okkar trúagöngu með því að skilja ákveðna hluti í Gamla testamentinu. Þess vegna vil ég leggja áherslu á, elsku fólk, að við lesum alla Biblíuna með gleraugum Jesú. Má ég heyra amen? Þannig að frá upphafi til enda þá getur þú séð Jesú Krist. Því að við trúum á Jesú. Við trúum ekki á stokka eða steina, við trúum á nafnið Jesú. Og Páll postuli, sem að Gunnar var líka vitna í hér áður, hann sagði að í fyrra Korinthubréfi í 10. kafla að við höfum sérstaklega að skoða ferð eða för Ísraelsmanna út úr Egyptalandi inn í Kanansland, því að það væri mynd og líking fyrir okkur sem kristna einstaklinga hvernig við eigum að lifa, hvaða áskoranir við kunnum að koma sem að kunna koma í veg okkar og hvernig við tæklum þessar áskoranir. Og vinir, við vitum það að Guð hefur ekki gefið okkur fysikalt land í Kananslandi, hann hefur gefið okkur andlegt land. Og vinir, það sem að við lærum í þessari frásögn þar sem við fara úr Egyptalandi og bara til þess að rifja örlítið upp, þá þýðir Egyptaland staðurinn þar sem að þeir voru í þrældómi. Og ég ætla bara að segja við ykkur hér að við vorum í þrældómi áður en Jesú kom og leyst okkur. Má ég heyra amen? Og við kannski áttum okkur ekki á því hvað þýðir þrældómur. Jú, þú ert þræll þess sem þú biður ósigur fyrir. Gunnar var að tala synd. Synd getur verið eins og þrælahaldari yfir okkar lífi. Og Guð vill leysa okkur. Guð vill gefa þér styrka göngu þannig að þú getur lifað uppréttu lífi og tekið réttar ákvarðanir. Og vinir, Guð elskar þig. Hann sendi soninn í þennan heim til þess að fara inn í líf þitt og hjálpa þér að ganga beina brautir. Og Páll postuli segir líka, ef við bara förum í þetta, Jesús sagði, þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. En hvað gerir Jesú? Hann komin til þess að, ég komin til þess að þeir hafi líf í fyllstu gnægð. Og þegar við skoðum þetta, að þá tekur stundum smá tíma að fara úr Egyptalandi inn í Kanasland. Og reyndar var það þannig að það tók Ísraelsmenn 40 ár. Því að þeir voru ekki bara frelsaður úr Egyptalandi, það sem að gerist þegar þú ert frelsaður úr fjötrum. Þú heldur stundum áfram að hugsa eins og þræll. Og ég veit marga kristna menn sem að ganga gönguna ekki í gnægð, einfaldlega út af því að það búið að frelsa út úr Egyptalandi, en það enn eftir að frelsa Egyptaland út úr þér. Það málið. Og þegar við leyfum Guði að koma inn í hugsun okkar og allt sem við erum að gera, þá bendur hann okkur á alls konar hluti sem betur má fara. En til þess að læra, vinir, til þess að læra að þá þurfum við að hafa auðmjúkan anda. Og Biblían kennir að þjóðin, hún var harðsvíruð. Það þýðir hún var með fastan háls. Það þýðir hún átti erfitt með að beygja sig. Og vinir, það líka viðkvæðið með okkur. Stundum eigum við erfitt með að beygja okkur fyrir því sem að Guð segir við okkur. Og það getur tekið langa tíma að treysta Guði út af við með þræls hugsun. Og það sem að Guð gerir í eyðimörkinni að hann hjálpar okkur að díla við alls konar hluti sem eru innan með okkur, sem ekki honum þóknanlegir og enda í vegleysu.
Þess vegna kemur stundum upp, jafnvel eftir að fólk orðið trúað og annað slíkt, þá kom upp jafnvel löngun í það sem vont Það til kristilegt fólk sem að díla við fíkn. Það til dæmis kristilegt fólk sem að díla við klámfíkn. Það til kristilegt fólk sem að drekkur of mikið. Það til kristilegt fólk sem að lýgur. En Guð að ganga með þér og hann að sýna þér hvað býr í þér. Og hann yndislegur. Hann gerir þetta með því að koma okkur í kringumstæður þar sem að holdið í okkur kemur í ljós. Og ég veit ekki með ykkur, það kemur mjög vel í ljós hjá mér holdið í hjónabandi. Guð hefur gefið hjónabandi til þess að sýna fram á hvað í okkur þarf að vera betra. Og það ein besta leið Jesú í mínu lífi til þess að sýna mig hvað vantar í mér. Og ég hef þurft að breytast æði mikið eins og ég geti talað lengi vel Síðast fórum við í það hvernig þegar þau komu að Jórdan. Hvað mikilvægt vinir að þegar þú kemur að Jórdan að þú hlýðir röddu Guðs og þú nærð að deyja daglega. Hvað þýðir það? Það þýðir að hluti sem að þú ert að burðast með í gegnum lífið, þú þarft að deyja því. Vinir, við eigum ekki, og ég nefndi alveg sérstaklega síðast, við eigum ekki að lifa í lífi sem fullt af kortisóli. Hvað þýðir það? Það streituhormón. Ég hef stundum lifað lífi sem bara fullt af kortisol. Ég hef verið svo stressuð og það hef upplifað eins og ég þurfa að gera allar hluti. En vinir, ég ekki að byggja kirkjuna, það Jesús sem að byggja kirkjuna. Og það sama með þitt líf, þú þarft ekki að hafa áhyggjur á morgundeginum. Akkurat, Guðni, morgundagurinn hefur sína þjáningu. Við erum að taka einn dag í einu. Það biblíulegt. Þannig að við þurfum að læra þetta að deyja daglega, hlutum sem að trufla okkur, synd sem í líf okkar, hlutir sem hafa ekki gengið upp en við viljað sjá ganga upp. Og vinni, þarna þeir komnir loksins. Guð sagði þeim, eltiði örkina og þeir fóru yfir á þurru landi í gegnum Jórdan. Og núna erum við komin inn í Kanansland. Spennandi. Og það það sem að Guð vil sýna okkur, þetta andleg ganga. Hann vil koma með þig inn í Kanansland, það sem gnægð. Það sem að landið flýtur með mjólk og hunang. Og mér langar að segja við þig, það verður ekki alltaf þessi brjálaða barátta þegar þú ferð að treysta Guð í öllum kringumstæðum, þá kemur friður sem æðri öllum kringumstæðum. Og vinir, það góður staður að vera á. Það besti staðurinn að vera á. Og Guð vil taka okkur þangað inn og hann vil gefa okkur gnægð, halleluja. Og gnægðin hefur með það að gera, við sjáum hlutina út frá sjónarhóli Guðs. Við sjáum að allir hlutir samverka okkur til góðs. Við sjáum að allt hefur þetta sinn tíma, að gráta hefur sinn tíma, að hlæja hefur sinn tíma. Að syrgja hefur sinn tíma. En vinni, svo hefur uppreissan sinn tíma. Og það það sem hann kennir okkur. Þegar við komum inn í Kanansland, það uppreisukraftur í Kananslandi. Má ég heyra með hann? Halleluja. Þannig að óvinurinn komið til að stela, slátra og eyða. En Jesús komið til að gefa þér líf í fyllstu gnægð. Og allir, ég ætla bara í smá framhjólaupi, ég verð bara að minnast á þetta. Ég elska þessa frásögn. Allir sendi mér eitthvað podcast í gær, eitthvað aðili sem búin að rannsaka alls konar hluti. Magna podcast. Og ég fór að googla mig til. Ég alveg að googla alveg að fullu. Þetta nýtt fyrir mér að googla. Þetta kannski gamalt fyrir ykkur en þetta nýtt fyrir mér. Þannig ég fór að googla og ég spurði, eru heimildir aðrar en biblíuheimildir þessa för Ísraelsmenna út úr Egyptalandi inn í Kanansland? Og það kemur í ljós að það eru heldur betur magnaðar heimildir til sem voru ritaðar einmitt að þjóðunum í kring. Út af þær voru allar þjóðirnar voru undir yfirráðasvæði Egyptalands. Þannig að það voru konungar í öllum þessum þjóðum sem voru að skrifa til Faraós og voru að segja honum, komdu að hjálpa okkur. Þetta fólk kemur bara og það að taka landið okkar.
Og alveg ef þú getur sett upp hérna textan sem ég baði að hérna setja upp ef þú ert með hann. Alveg nefnilega svaf ekki alveg nóg vel í nótt, þannig að gefum honum smá tíma. Nei, ekki þessi texti. Skiptir ekki máli. Ég ætla að lesa textan. Þetta og ég bið ykkur að googla þetta. Google þetta þegar þið komið heim, það gaman að googla. Það Armana tablets og þetta frá 1350 BC. These tablets found in Egypt are letters from Canaanite vessels to the Pharaoh complaining about measurators called the Habiru, the Hebrew. Hlustu á þetta, Habiru, who are disrupting the region and taking control of land while not explicitly naming Israel. Many scholars believe Habiru to be Hebrew. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Þeir eru að kvart yfir þannig að það rímar algjörlega við hvað stendur í Gamla testamentur, hvað stendur þessa för, það sem að finnst á þessum, þetta eru svona tablettur. Ég sá með þessa mynd af þessu, mér fannst þetta svo ótrúlega magnað. Pointið þetta raunverulega gerðist. Þetta raunverulega gerðist og þetta hefur þýðingu fyrir þig og mig í dag. Það það sem ég vildi sagt hafa. Alli minn, ef þú getur sett upp Jósúa. Þannig að við ætlum hérna að lesa og nota bene, þarna eru þau nýkomin út úr í gegnum Jórdan. Þau eru komin inn í landið sem að Guð hafði lofað þeim. Þau eru komnir inn í landið sem að Guð hafði lofað þeim. Og nú skulum við sjá hvað Jósúa, þessi mikli hermaði Guðs ákvaðar að gera. Hérna stendur Jósúa 5:11, þegar allir konungar Amorita vestan við Jórdan og allir konungar Kanverja við hafið fréttu að drottinn hefði þurrkað vatni í Jórdan frammi fyrir Ísraelsmönnum þar til þeir voru komnir yfir, mistu þeir móðinn og þeim féllst hugur andspænis Ísraelsmönnum. Þær mundir gaf drottinn Jósúa þessi fyrirmæli. Gerðu þér nokkra steinhnífa. Kallmenn, þið gæti þurft að halda fyrir eyrun núna. Gerðu þér nokkra steinhnífa og umskerðu Ísraelsmenn öðru sinni. Þá gerði Jósúa sér hnífa úr steinum og umskar Ísraelsmenn á yfirhúðarhæð. Hugsið ykkur að vera hérna með vera gæt með fullt af fólki og segja, herðu, góða fólk, þarna yfirhúðarhæð. Mér fannst þetta alveg hilarious, algjörlega, yfirhúðarhæð, mjög beinskeytt. Og þú getur hugsað með þér, skrítið. Þau eru komin loksins yfir í Kanansland. Og það fyrsta sem að Jósúa segir, stoppum hér og við ætlum að umskera alla. What the heck? Þau voru búin að missa móðinn. Fólkið, þjóðirnar alls þær í kring, þau voru búin að missa móðinn. En Jósúa var alveg skýr og hann sagði, við þurfum fyrst af öllu að gera það sem að Guð hefur boðið okkur að gera. Og til þess að þið áttið ykkur á hvað þetta þýðir fyrir okkur, þá er mjög mikilvægt að fara aðeins í söguna. Guð gerði sáttmála við Ísrael. Guð gerði sáttmála við Ísrael og hann gaf þeim land. Hann gaf þeim land, fysikal land, sem þarna það sem að það og reyndar stærri hluti en það sem að nú En hann gaf þeim líka andlegt land. Hann gaf þeim hvoru tveggja. Og þegar við eignumst Jesú Kristi í hjarta okkar, þá erum við grædd inn í fyrirheitið sem að þeim var gefið. Hvað þýðir það andlegt? Þá eigum við Kanans land og andlega að þá skiptir máli að fara eftir því landi sem að Guð hefur gefið okkur. Við erum grædd inn í fyrirheitið. En Guð hefur ekki gefið okkur
náttúrulegt land, hann hefur gefið okkur andlegt land. Og Jósúa vissi að ef þau áttu að taka landið, að þá þyrftir að gera það sem að Guð hafði boðið þeim. Því að sáttmálinn bauð upp á það, sáttmálinn við Abraham forðum daga, hafði með þetta að gera. Umskurn. Það hélst í hendur umskurnin og sáttmálinn. Þeir urðu að umskera mennina til þess að eignast sáttmálan. Og vinir, Jósúa vissi að til þess að þeir myndi sigra landið, þá þarftu fyrst og síðast að sigra það sem er hið innra, til þess að sigra það sem er í hinu ytra. Má ég heyra amen? Og vinir, til þess að sigra landið, að þá þarftu fyrst og síðast að hlýða Guði. Þú þarft að treysta Guði. Þú þarft að leggja þínar eigin skoðanir til hliðar og þú þarft að gera vilja Guðs. Það er ekki að fara að gerast með neinum öðrum hætti. Og vinir, þegar þú er komin á þennan stað og þú vilt að Guð starfi og gefi þig gnægð og gefi þig framgang, þá þarft að vera hlýðin. Þú þarft að gera það sem að Guð hefur boðið og þú þarft að gera það með góðum hætti. Má ég heyra amen? Til þess að þú fái landið, þá þarft að sigra landið, hið innra með þér. Vinir, vandinn okkar eru ekki óvinir okkar hér fyrir utan. Vandinn okkar er hér. Vandinn okkar er ótti og kvíði og vonleysi. Það hefur allt rætur í hug okkur og hjarta. Og vinir, það sem að Guð er að gera, hann er að kenna okkur. Ég mun gefa þér landið, þú þarf bara að treysta mér og þú þarft að hlýða mér. Þú þarft að hlýða mér. Það er engin sáttmáli nema þú gerir þinn hlut og Guð gerir sinn. Og ég held að margir átti sig ekki á því en við erum stundum að binda hendur Guðs í líf okkar. Það er fólk sem hefur komið til mín og sagt, Sibba, hvernig stendur á því að ég er ekki að upplifa fjárhagslega blessun? Hvernig stendur á því að ég er ekki að upplifa þetta, ég er ekki að upplifa hitt? Það er út af því að þú ert ekki að standa við þinn hluta sáttmálans. Má ég heyra með? Það er bara staðreynd. Og vinir, þegar við áttum okkur á því að til þess að sigra landið, þá þarftu fyrst að sigra sjálfan þig. Þú þarft að gera það sem að Guð hefur boðið þér að gera. Þú getur ekki lengur verið heyrandi, þú þarft að vera gerandi orðsins. Annars svíkur þú sjálfa þig. Og Guð vill ekki að þú svíkir sjálfa þig og missir af blessunni sem að hann hefur fyrir þig. Má ég heyra amen? Halleluja. Og vinir, í dag að þá Guð að leita eftir hermönnum sem eru tilbúin að leggja eigin skoðanir til hliðar og eru tilbúin að fylgja lambinu hvers sem það fer. Ég ætla að segja þetta aftur, ég vil fá alla amen. Þeir fylgja lambinu hvers sem það fer. Nákvæmlega. Þeir fylgja lambinu hvers sem það fer. Og það hlýðir lambinu hvað sem hann segir. Og vinir, við getum ekki lengur verið harðsvíraður líður þar sem við veljum þetta og þetta en ekki þetta. Vinir, Guð hefur boðið þér gnægð, hann hefur boðið þér sigur, hann hefur boðið blessun. En skilinin eru þetta, þú þarft að hlýða mér og treysta. Og vinir, til þess að fá raunverulega blessun, og þá er ég ekki að tala um fjárhagsblessun, það er bara aukaafurð. Til þess að fá raunverulega blessun inn í huga og hjarta. Þá þarft að hlýða Guði og leggja sjálfan þig niður. Þú þarft að leggja sjálfan þig niður. Þetta er ekki þinn vilji, þetta er hans vilji. Má ég heyra amen? Halleluja. Við þurfum að sigra sjálf okkur fyrst. Halleluja. Mér langar aðeins að fara í 2. Korinthubréfi í 10. kafla, 4. vers. Því eins og ég sagði,
Þetta andleg mynd fyrir okkur. Þarna eru þau cirka 15-20 kílómetrum og borgin sem var bara beint af augum hét Jerikó. Guð var að fara með þau inn í allar þessar þjóðir þannig að þau getu tekið landið. En hvernig dílum við óvin okkar? Við skulum lesa það hér í Nýja sáttmálanum hvernig það lítur út. Því að vopnin sem ég nota eru ekki jarnesk, heldur máttu vopn til að brjóta niður vígi. Ég brýt niður hugsmíðar. Hvað vandamál okkar? Hugsmíðar. Og allt sem reiki sér gegn þekkingunni á Guði. Og hvað ger ég? Ég hertek hverja hugsun til hlýðni við Krist. Það er það sem ég geri. Og ég ætla bara að láta ykkur ég ætla bara að segja ykkur hvernig það virkar. Daginn þá vaknaði ég. Ég leit út gluggann og ég sé snjó og ég var bara strax brjáluð í hjarta mínu. Ég er svo kristileg að það er hálfa væri nóg. Ég var bara pínu pist. Ég bara kom með nóg, einhver brjáluð veðri. Strax leið og þessi hugsun var komin, þá sagði við sjálf mig, Sibba, stoppaði nú. Þarna var ég að taka hugsunna til hlýðni. Hvernig lítur það út? Ég sagði, Sibba, þú býrð í geggjuðu húsi. Það er hiti, það er allt til alls hérna inni og þú ert að kvarta og kveina. Stoppaðu. Það er að taka sérhverja hugsun til hlýðni við Krist. Þú þarft raunverulega að taka hugsun og segja, herðu, hættu nú. Þú ert undir mikilli blessun, þú býrð á Íslandi. Og ég ætla bara að segja ykkur vinir, þú býrð á Íslandi, þú ert í topp 5% af allri veröldinni í lífsgæðum. Við höfum undir engu að kvarta. Hvernig væri að segja amen við þessu? Halleluja. Þannig að hvað gerum við? Við tökum sérhverja hugsun til hlýðni við Krist. Vinir, ef þú ætlar að fá landið, þá þarf þú að standa við þinn hluta af sáttmálanum. Hlýðni. Hlýðni er þinn hluti af sáttmálanum. Og ef þú vilt blessun í þitt líf, hætt að þverskallast við Guð og farð að gera vilja hans. Ekki segjast gera það, heldur raunverulega gera það. Og sjáðu hvernig hann leysir út blessun. Og vinni, hér inni er fólk sem þarf blessun. Ég bara brýt niður sérhverja hugsmíð sem að reiki sér upp gegn þekkingunni á Jesú. Halleluja. Og bara verði það svo að þú getur beygt í duftið fyrir drottni. Það er það besta sem gerist í lífinu. Þannig aftur, hvað gerum við þegar við stöndum frammi fyrir Jerikó? Við notum andleg vopn, vinir. Við notum andleg vopn. Og hvernig kemur það sem óvinurinn kemur eins og bara flóð yfir okkur með hugsun? Þetta eru hugsanir og hugreiningar sem að rísa upp gegn þekkinguna syni Guðs. Og hvað gerum við? Við svörum eins og Jesús svaraði með orðinu. Við tölum líf inn í kringumstæður okkar. Og þú talar líf inn í aðstæður þínar og hugsun. Það er það sem þú þarft að gera. Má ég heyra amen? Halleluja, er ekki allir lifandi hér? Ég ætla að vona það. Halleluja. Vígin eru nefnilega óvinarins, en þau eru fyrir þig að taka þau niður. Jerikó er fyrir þig. Jerikó er borg sem að þú þarft að taka, og hvað þurft að gera? Hlýða Guði. Eina leiðin til að sigra Jerikó er actually að hlýða Guði. Þeir mátt ekki taka upp eitt sverð, þeir átt að labba hring eftir hring í kringum borgina. Getið þið ímyndað ykkur hvað það hefur verið awkward? Milljónir manna labba hring eftir hring, þetta hefur örugglega verið bara mjög asnalegt. Bara dag eftir dag. Vinir, ef að Guð hefur sagt það, þá gerum við það. Því að það er blessun í því. Og ég bara segi ykkur, ef að þú vilt kannast land, þá þarf það að hlýða.
Þetta helst í hendur. Þetta helst í hendur. Kirkjan á nefnilega ekki að haga sér eftir öld þessari. Hún á að vera breytingin í þjóðfélaginu, vinir. Kirkjan á að vera röddin sem að kemur inn í þjóðfélag og segir, hingað ekki lengra. Við erum blessuð. Við erum Guðs. Og vinir, kirkjan þarf að ná vopnum sínum á ný. Og vinir, vopnin eru háheilug. Það er tungan þín sem er full af heilugum anda. Það er orðið, það er bænin. Og vinir, áður en við förum út í bara verkefni dagsins, þá þurfum við að lesa orðið. Við þurfum að vera full af orðinu. Og við þurfum að biðja inn í aðstæðurnar. Og við þurfum að segja, Drottinn, farðu á undan. Drottinn, ég ætla að elta þig í dag. Og Drottinn, ef ég ger eitthvað sem er ekki þér þóknarlegt, viltu setja vörð fyrir munn minn. Og ég hef oft fundið Guð einhvern veginn stoppa mig af. Heilagan andi einhvern veginn stoppa mig af. Og Guð þessu lof, út að ég get stundum bladrað einhverja vitleysu. Það hefur gerst oftar en einu sinni. En það sem ég vildi sagt hafa, vinir, hlýðni. Hlýðni. Leyfiði andanum að stýra og stjórna. Kirkjan á að breyta heiminum. Hún á ekki að aðlagast heiminum. Hún á að breyta heiminum. Það er það sem að kirkjan á að gera. Og mér langar til þess að fara í Róm 8:31. Þannig að við áttum okkur betur á. Hvað er það sem að Guð gefur okkur þegar hann gefur okkur Kanans land? Hérna stendur, hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Hann sem þyrfti ekki einu sinni sínum eigin syni heldur framseldi hann fyrir okkur öll. Hvort myndi hann ekki líka vilja gefa okkur allt með honum? Hugsa ykkur hvað þetta er dásamlegt. Og vinir, þú getur ekki verið meira en sigurvegari fyrir þú leyfir Guði að díla við hjartað þitt. Og það er annað. Við förum oft í gegnum kringumstæður þar sem að Guð bara opinberar ákveðna hluti sem er í hjartan okkar. Og mjög margir eru í þannig kringumstæðum í dag. Það er eins og Guð sé að setja hitann á. Og vinir, þegar Guð setur hitann á, þá er það til að sýna okkur hvað býr í hjart okkar. Það er til að sýna okkur hvað þarf að gefa Guði. Hvað þarf Guð að koma inn í og lækna. Og vinir, sumir eru jafnvel með sár allt frá æsku. Og vinir, við þurfum að leyfa Guði að lækna það. Þannig að það smiti ekki allt lífið og bara alla okkar sína framtíðina. Það er ekki Guði þóknarlegt. Hann vill að við séum sigurvegarar. Halleluja. Við tökum landi til eignar. Ó, hann er svo góður. Og hér í Kólussubreifinu í öðrum kafla stendur, í honum eru þið umskurinn þeirri umskurn sem er ekki með höndum gjörð. Við vorum að tala umskurn hjá Ísraelsmönnum. Við, okkar umskurn er í hjartanu. Höldum áfram að lesa. Umskurn sem ekki er með höndum gerð. Með umskurn Krist voru þið afglætt hinum syndu að líkama, greftur með Kristi í skírninni og uppvakindi lífs með honum fyrir trúna mátt Guðs sem vakti hann frá dauðum. Þannig að vinir, hann er að díla við hjart okkar. Hann er að díla við hjart okkar með umskurninni. Og mér langar að nefna eitt sem að mér fannst áhugavert. Ég var að skoða þessar ritningar í gær og í síðustu viku. Umskurnin var alltaf gerð að degi 8. Og að við sem að þekkjum tölurnar, við vitum það að 7 er fullkomið verk. Talan 7 er mynd upp á fullkomið verk. Talan 8, þegar umskurnin átti sér stað, segir frá nýrri byrjun. Og vinni, þegar við tökum á móti Jesú Kristi, þá fáum við nýja byrjun. Hið gamla var það engu nýtt er orðið til. Nýtt er orðið til. Og það sem við þurfum að gera, vinir, við þurfum að deyja daglega. Af hverju? Út af því að það er alls konar hlutir sem að byggjast upp í hjart okkar. Umskurnin hefur líka með það að gera að við þurfum að klippa þetta steinhjarta úr líf okkar. Guð vill taka steinhjarta og hann vill gefa því hjarta af holdi og blóði.
Af hverju? Því hann elskar þig. Hann elskar þig og hann með þér. Það þannig. Og af hverju skiptir þetta máli að gefa okkur hjarta úr holdi og blóði? Leyfið mér að útskýra. Á göngunni þá bara gerast alls konar hlutir. Ég ætla bara að segja ykkur, í göngum minni í gegnum þetta líf þá hef ég oft verið alveg óbóðslega sár og móðguð og bara virkilega upset við sumt fólk. Vinir, þetta getur truflað göngu þína. Þegar hann segist alltaf að umskera hjartað, þá er hann líka að taka þessa beiskju rót úr hjartað þínu. Hann vil taka beiskju rótina burt úr hjartað þínu. Hann vil að þú lifir frjálsu, innihaldsríku, upplífgandi lífi, því að hann með frábæra áætlun fyrir þig. Það sem hann fer fram á við mig og þig traust. Traust. Og hugsið ykkur, þannig við förum aftur í frásögnuna, hugsið ykkur. Þeir eru nýkomnir inn til Kananslands. Þeir stoppa í Gilgal, þeir horfa á Jerikó. Og það sem að Jósúa segir sem að fullur af Guði. Hann sagði, við erum ekki að fara að gera nokkuð skapaðan hlut fyrir við erum orðin réttir, andlega, frammi fyrir Guði. Og vinir, ég vil koma með þessa áskorun hér í dag. Við þurfum að vera rétt frammi fyrir Guði. Við eigum ekki að leika okkur að synd. Við eigum ekki að leika okkur að heiminum. Við eigum að standa gegn djöflunum og þá mun hann flýja. Við eigum að standa gegn djöflunum og þá mun hann flýja. Og vinir, það sem hann var að kenna þeim með umskurninni, það var í rauninni ekki umskurnin sem slík, heldur var það hlýðni. Og vinir, Guð fer ekki fram á mikið, hann tekur okkar ljótu klæði og hann gefur okkur dýrt lín í staðinn. Hann gefur okkur frábær klæði, hann gefur okkur líf í gnægð. Þú þarf bara að henda ruslinu og ruslið það sem að vill ekki beygja sig. Ruslið þar sem að heldur að það viti öll svörum við öllum kringumstæðum. Nei, Guð veit það. Guð veit svarið. Og Guð krefst hlýðni. Hann vill hlýðni frekar en fórn. Hann vill hlýðni. Halleluja. Í Rómverjabréfinu 12:2, þið þekkið þetta, fylgið ekki háttsemi þessa heims, heldur látið umbreytast með henni nýja hugarfæri. Vinir, ekki gera það sem heimurinn gerir. Hertakið sér hverja hugsun til hlýðni við Krist. Ekki láta óvinnin ræna frá ykkur blessunni. Hlýðið, svo þið geti fengið ávöxti. Hlýðið. Hann vil hlýðni frekar en fórn. Rísum á fætur. Í Esekiel 38:26, ég mun gefa ykkur nýtt hjarta. Hlustu á þetta. Ég mun gefa ykkur nýtt hjarta, segir Drottinn, og leggja ykkur nýjan anda í brjóst. Ég mun taka steinhjartað úr líkam ykkar. Og ég ætla að gefa ykkur hjarta úr holdi og blóði. Ég mun leggja ykkur anda minn í brjóst svo þið farið að boðum mínum og haldi reglu mínar og framfylgið þeim. Halleluja. Og þú getur spurt af hverju? Út af því hann elskar þig. Ég ætla bara að segja að syndin mun ganga frá þér dauðum. Það er það sem synd gerir. Syndin eyðileggur líf þitt. Hún eyðileggur þig. Hann er kominn til að gefa þig líf í fyllstu gnægð. Ekki láta hluti standa á milli þín og Drottins, ekki gera það. Ekki vera bara með litlu tanna í vilja Guðs. Stingið ykkur til sunds
stingið ykkur til sunds. Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir trúfesti þína. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn Jesús, að þú gefa okkur land, andlegt land. Og til þess að komast þangað, Drottinn minn, þá þurfum við að læra auðmýkt, að treysta þér og hlýða þér. Og Drottinn, við ætlum ekki að missa af neinni þeirri blessun sem að þú hefur fyrir okkur í þessu nýja landi. Með því að vera þverskallast, með því að vera með annan fótinn í heiminum, með því að lifa bara nákvæmlega eins og við viljum lifa. Nei, ég bara kem í gegn því í Jesú nafni. Og Drottinn, í dag, þá ætlum við að leggja okkur, Drottinn, á altarið þitt. Við ætlum að leggja niður okkar eigið. Og við ætlum að treysta þér. Og við ætlum að hlýða þér. Og ég bið Drottinn að þinn heilagi andi sem ert hér, Drottinn. Viltu sannfæra, Drottinn Jesús. Hjálpa okkur að grípa allt sem að þú hefur fyrir okkur. Þessi góðu verk sem við sett fyrir okkur, Drottinn Jesús. Halleluja. Heilagur Jesús. Amen.